Já, sportátturum ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 11:30 á íslensku tíma. Ég veit ekki hvað er á bandarískum tíma, en nú er komin á línuna hún Dagný Brynjarsdóttir, hérna okkar sunnlendingur. Hún var háskólameistari bara, ég veit ekki hvað telst hérna núna á bandarískum íslensku tíma. Var það í gær eða fyrradag sem þú varst háskólameistari? Það var í gær. Það var í gær, til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Já. Hvernig hefur það þarna úti? En þá fagna kannski? Já, svona hálfpartin eiginlega. Já. Nei, við flugum bara einkaþotu heim aftur eftir sigurinn og svo haldið gott partí, en svo byrja lokaprófsvikan núna. Þannig nú er maður bara farin að læra fyrir lokapróf strax. Þannig þú færði enga tíma til þess að djamma? Nei, eiginlega ekki. Svo ég sé nú ekki mikil djammari. Nei, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega hérna, búið að vera langt ferlið það ekki að svona ná þessu markmið? Jú, og við höfum búin að vera rosalega nálægt í fyrstu 3 árum mín og þetta var náttúrulega seinasti sénsinn minn núna og loksins hafðist þetta sem er bara gaman. Þannig að nú fer öll vikan hjá þér í það bara að læra undir lokaprófin? Já, maður sé svona hvað maður hefur mikla einbeitingu. Ég viðurkenni alveg að ég hefði alveg þurft að vera aðeins að læra helgina, en ég ákvað að læra ekki mikið og reyna frekar að vinna þetta. Og svo er kannski einbeitingin ekkert rosalega mikið en það komin aftur núna, en kemur vonandi svona með kvöldinu að maður getur farið að læra. En já, ég klára, ég bara að fara í próf núna á morgun og svo aftur á föstudaginn, þannig að það hefur nægan tíma svo til að læra fyrir próf á föstudaginn. Og fyrir ekki þá sem vita, þá varst þú fyrirliði liðsins núna á þessum tímabili? Já. Og hvernig er það? Ert þú alveg virt sem Íslendingur svona frá litlu landi að vera hérna, fyrirliði háskóliðs? Já. Kannski, já, bara mér er búin að ganga vel og alltaf betur og betur með hverju tímabilinu sem ég spila, þannig að maður ákveðna virðingu með hverju tímabilinu. Þannig svona loka árið þá var þetta bara, var maður alveg fyrirlið og það var bara gaman. En, þið unnuðu það ekki, þið eru búin að vinna það ekki þrefalt núna, eða hvað? Jú, við sem sagt unnum deildina og þá mitt var svona stærsti leikurinn á mót, og við unnum þá alla leikina og gerum 1 jafntefli. Svo er alltaf svona úrslitakeppni deildarinnar þar sem topp 4 liðin keppa, bara undan úrslit. Og við unnum það líka og þá kepptum við með Virginia og sem við kepptum við líka í gær í úrslitaleiknum að vera Bandaríkjameistarar. Þannig að við vissum svona að ef við myndum spila vel þá ættum við nú alveg að vinna þér. Já, alveg. En er þetta, hvernig virkar náttúrulega þegar þið vinnið deildina, þá farið þið það ekki ákveðna úrslitakeppni og upp í hvað þurfið að vinna hvern leik og svona? Já, sem sagt, þið spilum við ACC sem er deildin og ég held að eftir 6 liðin úr ACC hafi farið svo í bikardráttinn, í bikarkeppnina, og í bikarkeppninu er valin 64 bestu lið Bandaríkjanna sem byrja og svo er þetta bara úrslitakeppni, liðum að tapa MR úr og við sem sagt unnum hana. En svo er annar Íslendingur, er það ekki í liðinu hjá þér? Jú, Berglind Björg. Já. Hún er uppalinn í Eyjum. Já, þannig að það er 2-faldur sigur fyrir okkur svona lindinga núna? Já, ekkert annað. Já. En hvernig er svona með framhaldið þér núna eftir að þú ert búin með þetta tímabil þegar prófum taka við, byrja nýtt tímabil núna eftir áramót eða hvernig er staðan á þér? Herðu, ég er bara útskrifast á laugardaginn. Og svo setur henni á skrautlega hatt á þig það ekki? Jú, og fyrir skikki og svona. Já. Og svo er ég bara farin hérna á sunnudaginn og hver veit hvert ég fer næst. Ég veit ég er frí á Bahamas í 5 daga. Svo verð ég í Orlando jólin og svo bara kem ég smá til Íslands en ég veit ekkert hvað ég verð í janúar. Já. Þannig að ég er bara að fara núna fullu að vinna í því. Ég var bara fyrst að fundinum núna með þjálfarum mínum áðan, það var svona að byrja að ræða þetta. Þannig að nú erum við bara að skoða þetta og vonandi ákveða eitthvað sem fyrst. Já, nákvæmlega. Þú fylgist væntanlega með hérna svona púlsunum og stelpunum hérna heima. Þú varst náttúrulega í Selfossi í sumar og veistu eitthvað um þessar leikmenn sem eru núna að koma inn í Selfoss liðið?
Já, auðvitað fylgist með. Nei, ertu að meina það á ameríska og íslenska? Já. Auðvitað með íslenska það hefur maður svona heyrt nöfnin, en ég er kannski svona aðeins eldri en það íslensku stelpur sem hafa verið eins og Magdalena og svona. Þannig ég ekki spila á mótinu, en svo markmaðurinn, hún er eldri en ég, þannig að hún var, búin með háskólapakkan áður en ég kom. En með svona fréttinu í lasum hana, og bara svona hennar feril, þá myndi ég halda að vera mjög sterk. Já, svo ég spyrði að halda áfram að halda þér aðeins á línunni svona stemningin í Florida State, hvernig er svona stemningin eins og á fótboltaleikjum? Nú eru Bandaríkjamenn ekkert þekktustir í heimi fyrir að hafa stemningu á fótboltaleikjum, en þeir eru það ekki, áhugin fyrir fótbolta er svolítið að aukast, ég ætla að segja íslenska heldur, ekki ameríska fótboltan heldur evrópska fótboltan eins og maður kallar það, soccer. Já, það er soccer en ekki fútbol. Já. Jú, það er alltaf að aukast og bara eins og bandaríska kvennalandsliðið og svona, það fær sem til dæmis ógeðslega mikla athygli, en svo til dæmis eins og bara síðan ég kom inn sem freshman, þá finnst mér bara eftir við spilum betur fáum meiri athygli sem er kannski oft þannig, en já, svo er samt, já, ég myndi segja að þetta sé alltaf að vera stærra. Núna til dæmis fyrsta tíma þessu tímabili, þá vorum við með svona, það heitir Renegatar, flott íslensku, ég veit ekki hvað það þýðir. Nei. En það ég held við kallum það The Renegades, það er bara nafnið á hópnum eða eitthvað. Það er svona, hvað segir maður, svona eins og svona stuðningshópur, svona syngja lög og lög leikmennina og alls konar þannig. Svona hvatningarhópur. Það er fyrst sem núna gert til dæmis fyrir Florida State. Þannig að þetta er svona alltaf að vera meira og svona, og ég meina á heimaleikjum við fáum alveg 2000 manns og sem bara flott svo, fútból er náttúrulega aðalina, amerískur ruðningur, en stjörnurnar til dæmis þar í þeirra liðum, svona háskólastjörnunar, þeir koma alltaf að leiki hjá okkur þegar ég geta og svona, og það er bara mjög góð stemming kringum þetta. Já. En nú ertu búin að vera þarna, eða ekki í 3 ára, eða ekki rétt hjá mér farið? Jú, 3,5. Já, 3,5, já. Og þegar þú komst þarna fyrst, þá var ekki svolítið furðulegt svona umhverfið, svona fara inn í svona soccer umhverfi eins og maður kallar það í Bandaríkjunum? Jú, mér fannst það og bara mér fannst það skrítið og mér fannst líka bara náttúrulega annað tungumál og mér fannst skrítið, að ég veit ekki, þau náttúrulega það er bara misnægt hvað landar er, hvernig hvað áherslu er lagt á í fótboltanum og allt í nú, það er mér skrítið að fara allt inn í umhverfi sem er bara ógeðslega mikið að koma spöðum. Í háskólaboltanum það er náttúrulega spila fleiri sterkur fótboltaheldur en öllu Íslandi, þannig að það var allt í nú bara fullt af mörgum góðum stelpum og svo er skrítið að fara í svona mikið hraða og allir, eða flestir leikmenn sem ég spila móti svona líkamlega sterkir og svona, þannig að það var svona svolítið öðruvísi. En svo fannst mér aftur móti rosalega flott, eins og allavega minn skóli með rosalega mikið pening, þannig að maður hugsa alveg rosalega vel okkur, fengum alltaf rosalega takkaskó og nú ég var aldrei eftir að kaupa mig íþróttaföt aftur, ég á svo mikið Nike-dóti og allt svoleiðis, þannig að æfði alltaf í topp aðstæður, með vassbör á æfingum og þannig að þetta var svona smá sjokkerandi fyrst, en svo vandist þetta. Vandist vel. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega, er þetta ekki samt draumur að enda tímabilið, eða enda þinn feril, háskólaferilin sem maður kallar að verða háskólameistari? Jú. Fyrir helgina þá var ég búinn á öllum einstaklingsmarkmiðunum mínum og við vorum búinn á 2 liðsmarkmiðunum, þó að aðalmarkmiðið var náttúrulega að vinna og verða Bandaríkjameistari. Þannig þegar ég fór í leikinn á morgun þá var það einu sem var eftir til að hafa þetta fullkomið tímabil. Þannig að ég hefði bara ekki getað beðið betri enda á þessu öllu saman. Já. En fyrir íslenskar stúlkur sem knattspyrnustúlkur sem standi til boða að fara út til Bandaríkjanna, eiga þær ekki bara að skella sér hérna út og vera óhræddar? Jú, ég myndi segja það og ég held að það sé rosalega gott fyrir þær. Ég fann þegar ég fór hann fyrst að þá vantaði minn nýja áskorun og þá held ég að ég verið tilbúin fyrir atvinnumennsku, en svo því ég kom hérna út þá áttaði ég með að ég hef aldrei verið tilbúin í atvinnumennsku, þannig ég held þetta sé ógeðslega flott skref svona á milli
og þetta undirbýr mann andlega, líkamlega, fótboltalega upp í að vera tilbúin fyrir atvinnumennskuna og það sem kannski svolítið á sínum eigin fótum, en þegar maður í háskóla hefur maður aðra til að hjálpa sér og svona hjálpa sér að móta sig sem persónu og leikmann. Þannig að ég mæla alveg eindregið með þessu sko. Og líka bara einmitt á sama tíma að fá góða myndun. Náttúrulega kvenmanns leikmann ekki að fá eins mikið að borga og kallar og það verður aldrei eftir alltaf verður eftir að vera þannig. Þannig stelpur þurfa oftast kannski að hugsa meira myndun og svona, af því að þær geta ekki bara að lifa á fótboltanum. Þannig að ég held sér bara frábært að fá einmitt bæti sem leikmann og geta fengið fría myndun á sama tíma. Ferðu heimtið til Íslands núna jólin eða? Öll fjölskyldan, pabbi komin út núna og kæristi minn og foreldrar hans. Svo bara 10 aðrir á leiðinni koma á miðvikudaginn, þannig að við erum að fara að vera öll hérna, verðum í Tallahassee yfir útskriftina og svo verðum við í Orlando jólin. Já, þannig að þið verið í sólunum jólin, en það var það ekki óvænt snjókoma hjá ykkur þarna á dögunum? Jú, eða ekki hér, það var janúar hérna. Já. En ég það var það mikið snjókoma fyrir Flórída fólk að ég misti af henni. Já. Þú hefur ekki dáttað á því að væri snjókoma. Nei, þetta var eldsnemmi morguninn, en og það var alveg frost á götunum og svona, en þetta var ekkert eitthvað með sem maður er vanur á Íslandi. Nei, nákvæmlega. Já, ég ætla að vera bara í sólbaði jólin. Já. Er þetta ekki þannig svolítið með Bandaríkjamanni að það kemur mikil snjór eins og var hérna núna á dögunum að hann bara pakkar öllu út úr verslunum og byrgis upp? Jú, og líka bara ég held að stressaður að koma eitthvað fyrir fólk, eins og ef það er eitthvað smá snjór þá er bara loka skólanum og þú vil ekki taka einhvern sensa og bara ábyrða á einhver meiðir sig, að labba í skólan eða fara í vinnuna og eitthvað, þannig að bara öllu cancelað og fólk beðum að vera heima. Já, meðan þú varst í Rangárvallasýslunni að koma þér á milli á Velsliða kannski. Já, örugglega eitthvað svoleiðis. Já, nákvæmlega. Þannig að þú þekkir ekki alveg þetta vesen sem að þeir eru að stressa á. Svona rétt í lokin, stelpunni okkar hérna á Selfossi, svona, þú náttúrulega, við höfum ekki talað við þig frá að bikarúrslitaleikunum var og fleira, ertu ekki bara ánægð með hérna stelpunni sem þú varst að spila með í sumar? Jú, ég var rosalega ánægð og ég var mjög ánægð að hafa fengið tækifæri að spila þannig í sumar. Ég held að það var bara að móta mig líka bara sem leikmann og mér finnst ég heppin, þetta var svo unglið að heppin að fá að vera partur af því að hjálpa þeim að verða betri. Og ég náttúrulega fór þegar það voru komin úr úrslitaleikin, en mér fannst ég samt svona fara sátt þaðan þó ég næði ekki að spila úrslitaleikin, af því að ég fengi að upplifa spilan en ég náði að hjálpa þeim að komast í hann. Og þó þær hafi ekki unnið, en þó fengu þær að upplifa og fá meiri reynslu að því hvernig er að spila svona stóra leiki. Þannig að fyrir næsta tímabil þá eru þær hungraðri og ég veit að það er eftir að stefna því að vinna. Núna auðvitað var markmið að vinna, en núna eru þær ennþá hungraðri að komast í þessi leiki og fara ofar í töflunni og ég vissum að það er eftir ekki ennþá betur næsta sumar. Dani Brynjarsdóttir, svona eitthvað í lokun sem við erum að gleyma? Nei, ekki eitthvað svona sem ég man eftir, sko. Nei, það er náttúrulega ekki hægt að setja svona press á þig svona upp úr þurru. Ég hef kannski átt að spyrja þig fyrir spjalli svona. Já, ég hef þetta skrifað eitthvað niður. Já, Dani Brynjarsdóttir, til hamingju með frábæran árangur og gangiði vel að velja hvað þú ert að fara að gera svo eftir námið þitt í Bandaríkjunum. Já, takk hérlega fyrir það. Bestu þakkir og vonandi það verði bara hérna á Suðurlandinu. Já, kemur ljós, allavega einn daginn. Já, finnum einhvern veginn að ríkan kúabónda hérna með stóran kvóta sem að hérna sponsoraði. Já, það kemur ljós. Hafðu það gott, sömulegis. Já, takk fyrir þess. Bye. Já, sportstátturinn verður ekki lengir að sinni. Ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustunni í kvöld og við heyrumst það sjálfsögðu næstkomandi mánudagskvöld. En þangað til þá minn ég að sjálfsögðu á viðburði framundan. Það er nóg að gerast í körfuboltanum. Það er náttúrulega leikir í Dóminusdeild karla og ég ætla rétt að flétta bara yfir Suðurlandið eins og það leggur sig. En í Dóminusdeild karla þá fær Þór Þorláksson í heimsótt KR núna á föstudaginn klukkan korter yfir 7. Annars eru fleiri leikir í sömu umferð hjá öðrum liðum. En í Dóminusdeild kvenna þá er það Hamar, þá heimsækja þær KR núna á miðvikudaginn klukkan korter yfir 7 og svo er það í fyrstdeild kvenna þá er næsti leikur hjá FSU Hamar núna á fimmtudaginn,
þá heimsækja Njarðvík korter yfir 7 og svo í fyrstu deild karla þá það Hamar sem fær Breiðablik í heimsótt núna á 50 klukkan korter yfir 7 á meðan FSU heimsækja Val á föstudaginn klukkan 6:30. Nú í handboltanum þá náttúrulega derbíslagur í fyrstu deild karla þar sem Mílan og Selfoss eigast við á 50 klukkan 7:30 og sá leikur verður náttúrulega í beinni líka á ifmilan.net og í Ólistil karla þá leikur núna næst hjá IBVF ekki fyrir á sunnudaginn klukkan 3 í TM-höllinni þar sem þeir heimsækja Stjörnuna klukkan 3. En ég heiti Gestur Far Hæli, við heyrum stress og kátt eftir viku, lífið heil og njóti vikun sem framöndan verið sæl. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.